Það er komið að septemberleiðsögn fyrir vatnsbera. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Sem byrjaði að athuga hvaða vatnsbera ég er að tala við. Við fáum komandi viðburði, atburði, ögranir, áskoranir fyrir vatnsbera. Ok, það er leiðsögn fyrir vatnsbera. Og ef við horfum fram á við og sjáum hvað áhrif þetta sem til með að hafa á framtíðina. Ok, kæri vatnsberi, það fyrsta sem kemur er að þú ert mjög sterkur einstaklingur og hefur þurft að vera mjög sterkur einstaklingur. Ég sé bæði mikla burði, þannig að þú hefur verið oft á tíðum tekið á þig mikið líkamlegt álag. Sum ykkar eru hætt því og jafnvel að því að þau geta það ekki lengur. Ég sé líka að þú hefur tekið á þig mikla ábyrgð og oft á tíðum of mikla, jafnvel líka of mikla með ungan aldur á sínum tíma. Og ég sé að þú hefur þurft að fara talsvert svona á hnefunum, eins og maður segir. Svo ég segi, þú hefur þurft að vera ofboðslega sterkt í gegnum tíðina. Og oft á tíðum þurft að standa undir miklu fargi. Og ég sé að í dag þá er þetta álag að fara að segja til sín mismikið á milli ykkar sem maður er að hlusta. Sum ykkar eru fyrst núna að finna fyrir því, meðan aðrir hafa fundið fyrir í einhvern tíma en aðrir hafa þegar kiknað undan álaginu. En ég er að sjá pressuna, þungan, þreytuna, streituna og hvað það hefur tekið mikið á og tekið af ykkur orku. Af því að núna það er svona hér ákveðið ákall til þín að hlúa að sjálfu þér. Þú núna að fara að hlúa að eigin kastala, það er að segja sjálfu þér, heilsu þinni, andlegri, líkamlegri, sálfræðilegri. Það er kominn tími til að þú hugsir þig, þó að þú viljir oft bara taka fyrir eyrun og loka augunum og hrista hausinn þegar fólk nefnir það við þig. Streitan er farin að segja til sín, álagið farin að segja til sín. Og hérna framundan, ég sé, málið er að þú ert, nú er ég að segja hlutina svolítið groddaralega, en þú ert ódrepandi og þú ert svona þjarkur, þú ert alveg svona vinnuþjarkur. Þú virðist geta endalaust, þú virðist geta tekið á þig endalausa byrði og alltaf heldurðu áfram. Og þér líður alltaf, þér líður þannig ennþá innan í þér. Hugur þinn er ennþá þannig stað að já, þú getur ennþá bara gert hlutina eins og þú vant að gera alltaf, þú getur ennþá tekið hérna fullt af bakpokum frá öðru fólki og burðast með það áleiðis fyrir aðra. Plús eitt eigið, hausinn að þér er ennþá þeim stað að þú bara getur þetta og þú eigið bara að geta þetta. Og það sé bara ógeðslega asnalegt og make ekki sens að allt í einu er eitthvað annað að fara að bíla og þú getur ekki. En málið er að núna ertu eiginlega komið á þann stað að þú eiginlega ræður þess ekki.
hugurðin fær eiginlega ekki ráðið þessu. Af því að hugurðin hefur ekki verið að hlusta á andan þinn eða líkamann þinn. Þannig að hugurinn þarf aðeins að fara að vakna og hlusta og stimpla sig út, sko. Út af vaktinni, sko. Leyfa öðrum að taka við. Því ég sé að þú ert þreytt. Og leiðsögnin er nefnilega á þann vega ef að, sko, ef að þú ert ekki þegar búið að brotlenda eða klessa á vegginn umtalaða, þessi margfrægi veggur sem við klessum á. Ef þú ert ekki þegar búið að því þá er stutt í það og þú eiginlega verður að fara skipta gír. Þú verður að taka tillit til sjálfs þíns, þú verður að minnka álagið og streituna. Og ef þú ert þegar búið að klessa á, búið að brotlenda, þá þarftu að fara í þetta ferli núna að átta þig á af hverju og skilja. Og skilja líka að þú ert ekki að fara, þú ert ekki að heila þig og byggja þig upp á nýtt til þess að verða eins og þú varst, af því að eins og þú varst, það var ekki að virka. Ef það hefði virkað þá væri ekki búið að klessa á vegginn. Þannig að þú þarft að fara í þann pakka að átta þig á að þín endurhæfing og enduruppbygging er á öðrum forsendum. Er á þeim forsendum að þú verður einhvern veginn öðruvísi en áður. Og þá kemur hérna framtíðin að þú hefur val hvernig þú tekst á við hlutina. Þú hefur val að ætla að vera í sama munstrinu og einmitt alltaf að koma þér í sama pakkan sem þetta að vera eins og þú varst alltaf áður með alla þessa ábyrgð og alla þennan þunga og ætla að vera í eins sterkt og þú varst. Eða að þú ákveður að endurskilgreina styrkleika þinn og sýna styrk í því að hlúa sjálfur þér, sýna styrk fyrir þig, vera sterkt fyrir sjálf þig í þinni enduruppbyggingu, meðvitað það að markmiðið er ekki að verða eins og þú varst. Og eins líka, þú hefur val hvernig þú álítur þínar aðstæður. Það að lenda svona á veggnum að fara í burnout, kulnun, örmögnun, hvað sem við viljum kalla þetta, taugaáfall kalla sumir þetta ennþá. Það er hægara sagt en gert, en þú hefur val hvernig þú álítur að það gerist. Það er að segja, þú hefur val hvernig þú álítur þínar aðstæður. Það er ömurlegt að lenda í þessu, ég ætla ekki að draga það að þér. Þetta er ofta ógeðslega erfitt og það koma erfiðir tímar og kaflar og þetta er hellingsvinna að ná sér upp úr þessu. En þú hefur ákveð val það hvernig þú álítur þínar aðstæður, hvort að þú ætlar að álíta sem svo að þetta muni hamla þér og halda aftur á þér, eða hvort að þú getur nýtt þetta til þess að byggja þau upp á nýjan hátt. Ég vona að þú skiljar hvað ég eigi við og það er alls ekki ætlunin að gera lítið úr aðstæðum. Eins og ég segi, ég veit að þetta er aftur að því að verða pínu grottaralega tali. Það að fara gegnum þennan pakka, þannig að þessa kulnun og örmögnun, það er drullu erfitt, sama hver þú ert. En einmitt mundu, markmiður er ekki að verða eins og að varst áður, heldur betri. Og þið sem eru ekki búin að klessa á vegginn en virðist vera stefnákað, í guðanabænum, þegar að sérstaklega fólkið ykkar í kringum ykkur er farið að benda ykkur á þetta, hlustið. Ekki þykjast vita betur og hugsa, nei, ég get alveg bætt að mér auka verkefni hér eða ég get alveg haldið svona áfram í
mánuði viðbót, takið frí frekar en að klessa á vegginn. Það er ekki neins virðis að þjösnast þannig á sjálfum sér að maður bara gangi frá sér. Og við skulum fá aðeins meira innsýn hér. Það mun taka tíma, en þú getur ræktað alveg ofboðslega margt gott úr þessari reynslu, sama á hvaða stað þú ert í þessu ferli. Lærðu þá af því, þú getur lært af því. Það er að opnast svona ákveðið sjónarhorn fyrir þig og eins og ég segi, þú hefur svolítið val það hvernig þú álítur þetta, hvernig þú horfir á þetta. Þú getur ræktað svo ofboðslega margt gott í sjálfu þér og líka bara ef þú hugsar aðeins þannig, ef þú hugsar aðeins út í allan tíman og alla orkuna sem þú ert búið að setja nú þegar í að vera vinnuþjarkur, að djöflast svona eins og þú hefur gert, að taka á þig byrðir annarra og alltaf redda allum hinum og hugsa alla hina. Miðað við hvaða þú ert búin að gera mikið gott fyrir aðra með því og oft tíðum sjálft þig líka, ég ætla ekki að taka það að þér. Miðað við hvað þú getur gert ótrúlegustu hluti og hvað þú hefur getað áorkað með því að djöfla svona, þá getur rétt ímyndaðir hvað þú gætir gert ef þú myndir taka þá orku og beina henni að sjálfu þér og þína uppbyggingu og þína sjálfsrækt. Og ef þú myndir beina þessari orku frá því að þjösnast á taugakerfinu þínu og líkamanum og beitt henni í það að byggja upp andaðinn og huga, þá bara, já, þá myndir rækta eitthvað alveg stórkostlegt. Af því að þetta er mikil orka að sjá til. Svo ég segi, þú getur ræktað alveg ofboðslega hluti í sjálfu þér, en þá þarftu líka að beina orkunni þinni að þér. Þá ætlum ég að fá hér eitt spil úr Sólstjörni, bara svona til að stuttskilaboð í lokin, og taka hans heim og saman. Ok, ég ætla bara að taka þessa bæði sem að koma hérna face up. Það er hér spilið Anointed with Love, Let Sweetness invigorate with life, invigorate your life. Það er að segja blessað af kærleika, af ást og leyfðu mildinni að gæða lífið þitt. Það er þetta kærleikinn, að mildin, að mýktin, þetta sæta í lífinu, það gefur okkur svo mikið. Þannig að leyfðu þér að stíga inn í það. Og svo segir hér one thing at a time, focus on a single purpose, eitt í einu. Hafðu athygli þína á einu atriði í einu. Og það atriði ert þú. Þannig að settu svolítið orkuna þína til þín, þína sjálfsrækt, þína heilun. Leyfðu þér að vinna inn á við. Og mundu að, mýkt er máttur.
Það þarf líka rosalega styrkleika til að vera mjúkur. Sérstaklega þegar maður er búinn að vera harður og búinn að þurfa að vera harður og sterkur rosalega lengi, að það þarf ofboðslega styrk til að leyfa sér að vera mjúkur, og það sérstaklega gagnvart sjálfum sér. En ég segi, mýkt er máttur, þetta er eitt svona af mínum mottóum, af því að það er ofboðslegur styrkleiki í kærleikanum og í mildinni gagnvart öðrum og gagnvart sjálfum okkur. En þá ætla ég að segja þessari leið lokið. Ég vona skilaboðanir til sönnur rétt til þeirra sem þurfa að halda og komi að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áhugin.